Let's go. Já, velkomin aftur. Dalvík Reynir komið upp deild. Við ætlum að fjalla það. Hérna til mín í setti eru komið 2 leikmenn liðsins. Velkomnir. Velur. Hvernig er tilfinningin? Komnir upp? Það hlýtur að hafa verið hátíð hjá ykkur. Þetta helviti gott. Eftir mikið ströggl í síðustu leikjum. Það bara, getum við alveg að þetta búið að vera helviti spasl. 5 leikir, ekki 1 sigurleikur. 5 leikir og 4 stig. Já, 4 jafntefli. Það var ströggl, en það hafðist og við eigum líka öðrum liðum að þakka, svona smá hérna undir lokin, en mikil gleði sem var á laugardaginn, sérstaklega í ljósi þess að við fengum markið á okkur hérna í lokin og eftir leik, þá náttúrulega urðu menn alveg brjálæðir á vellinu, lögðust í grassi, bara þvílíkt ósáttir. Síðan kom stjórnin hlaupandi inn og rífa allir upp á raskatinn og segja að við erum komin upp deild, þannig að menn gætu hætt að grenja. Þannig að það var ljúft. Fyrir tímabilið ykkur er spáð bara fallbaráttu, náttúrulega hefur ekkert gengið neitt sérstaklega tímabilinu á undan. Fyrsti leikurinn og þið tapið. Hvað gerðist þá? Ákveðu menn bara að rífa sig upp? Sko, ég meina sá leikur var, þarna á móti Augnablik var eiginlega alltaf þannig að við vorum betri aðilinn í 70 mínútur. Já. Síðan fáum við okkur markið og einhvern veginn bara, já, síðustu 20 mínútur hrundi eftir það, sko. En svona fyrir tímabilið, þessi spá, þið ætluðu væntanlega að afsanna hana dálítið rækilega? Já, við ætluðum eiginlega, það var alltaf markmiðið eiginlega að bara, já, fara upp deild þegar hann að sé og áttum alltaf að geta gert það, sérstaklega með hópinn sem við erum með núna, hann er ótrúlega góður, þannig að það var eiginlega bara efnilegur hópur. Já, mjög svo. Þannig að það verður gaman fyrir þessa leikmenn að fara að spila í næstu deild fyrir ofan og við vitum það er alltaf mikill munur á milli þessara deilda. Já, klárlega, það er það. Enda, eins og töluðum að þetta er virkilega ungur og efnilegur hópur. Maður sá einu úrslit.net til dæmis sem að leita á liði hjá okkur að meðalaldurinn inn á var ekki nema 21 árs eða eitthvað, sko. Og það er til dæmis kannski eins og Gunni sem er nú orðinn 31 árs, hann er nú að draga meðalaldurinn helviti vel upp og kannski Kiddi líka og Jonni og annað skilur sem eru svona í eldri kantinum, en fyrir utan það þá held ég að svona meðalaldurinn í liðinu nefnt sé bara 20 eða eitthvað, sko. Og voru á æfingahópnum, sko. En ég myndi telja það mjög vel gert að vera með svona ungan og efnilegan hóp og fara upp deild og vonandi vinna deildina. Eru þið eitthvað fannir að spá í næsta tímabilið? Eru bara svona kannski bara rétt að renna af ykkur fögnuði? Já, kannski klára þetta fyrst líka, einn leikur eftir, þannig að við þurfum að klára hann og fá dolluna, þannig að reyna það allavega. Þannig að nú svona kannski ekki alveg strax, en jú, maður er svona fann að spá í því að Dalvík sé komið í aðra deild. Maður er svona fyrst að einhvern veginn að Dalvík sé klúbbur sem eigi að allavega vera í annarri deild og svona jafnvel í baráttunum að komast upp í inkassodeildina, en ekki á þessum stað niður í þriðju deildinni. Já, klárlega, ég meina, það er ekkert bara Dalvík, þú veist. Bara fótboltamenningin hérna á Norðurlandi er bara þannig að við eigum að vera með öll þessi lið í, eins og segir, þú veist, K.A. og Þór helst bæði upp í Pepsi og síðan Magni í Inkasso og Dalvík og KF í allavega annarri, sko. Þetta er náttúrulega bara, þú veist, fótbolti skiptir það marga, það miklu máli hérna fyrir norðan að það á bara að vera þannig. Þannig að það er allavega mikill léttir veit sjá Dalvík að vera komin aftur upp. Það er ekkert mál að ná í hóp í öll þessi lið hérna á svæðinu? Nei. Það á ekki að vera. Það á ekki að gera. Mikið líka ungu leikmennum í þessum liðum eins og K.A. Þór sem að geta þá komið á lán og fá þá að spila meira heldur en myndi gera. Heldur en myndi gera svo að eru bara í Pepsi eða í Inkasso, þannig að gott fyrir að koma og fá reynslu í þessum neðri deildum. Haldið ekki að það verði það núna þegar liðið fyrir upp deild, þá skapast svona, já, meiri tækifæri fyrir unga leikmenn til þess að spila í þá annarri deildinni? Haldið ekki verið auðveldara fyrir Dalvík að safna í hóp fyrir næsta tímabili? Jú, ég held að kitli náttúrulega miklu meira þar sem, þú veist, það á að vera samstarf milli K.A. og Magna og K.A. og Dalvíkur er að, ég held að kitli meira að leikmenn spila í annarri deild frekar en þriðju. Men það er bara, þú veist, eitt skref frá Inkasso og við veitum allir hvernig umfjöldunin er orðin Inkasso-deildina. Það voru hörku deild þannig séð, bæði umgjörðin og leikmennir og annað, liðið að eyða fullt af peningum í þessu. Þannig að það væri
Það væri eiginlega dálítið galið ef yngri leikmenn væri ekki að horfa í það að fá ákveðna reynslu með að spila í annarri deildinni. Hvernig metið þið þessa stöðun úr því leikmenn í liðum á landsbyggðunum? Er það öðruvísi heldur en að vera leikmaður í liðum á höfuðborgarsvæðinu, jafnvel í sömu deild? Já, ég meina við sjáum það að það er ekkert öll lið sem mæta með fullskipuð lið norður til okkar, en við förum alltaf með allt sem við eigum suður og það er eiginlega alltaf þannig að það hefur verið lenskan hjá. Já, svona nokkri klúbbar í borginni sem eru kannski ekki að leggja allt í þetta með því að vera alltaf að fara með fullan hóp út á land eins og liðin á landsbyggðinni gera. Bara sem er Sindri frá Höfn og Einherji og þeir fara alltaf með allir sína leikmenn. Líkt þess að við förum allir með okkar leikmenn til Reykjavíkur. Þannig að Já, þannig að það er ekki bara klúbbarnir hérna fyrir norðan, en það er líka, eins og segir, Sindri frá bara- Höfn og bara á landsbyggðinni, þeir horfa á þetta öðru vísi. Já, ég meina við ölumst náttúrulega upp við þetta, við höfum bara engra kost af völ en að vera að ferðast alltaf suður. En fyrir liðin hann sem svona hafa, og yngri strákar til dæmis sem að spila fyrir lið þar, þú veist, þurfa fara max eina ferð þegar þeir eru yngri flokkunum í einhverju úrslitakeppni eða eitthvað, eða þá, þú veist, ef þeir lenda með káa eða þú eru í deild, sko. Þannig að meðan við ölumst upp við þetta, þá er þetta ekki þeirra lenska að vera að ferðast svona mikið, sko. Þannig að ég myndi líka klálega að segja að það væri kostu fyrir okkur. Að, þú veist, við erum vanir þess að þetta skiptir okkur minna mál. En svona bara umgjörinn í kringu liðið, mórallinn, félagsskapurinn, hvernig er að vera í Dalvík, Reyni? Þetta er örugglega besti hópurstrákur sem við finnum, sko. Það er eiginlega bara þannig. Allir, þú veist, hann á allir mjög vel saman og skiptir engu máli hver það er og þetta er bara, já, örugglega ég ætla að vera með besti hópur sem ég er spilað með. Þú viljið að gera eitthvað fyrir utan völlinn? Já, svona já og nei eiginlega, já. Þú veist, við hefum ekki verið betri í, alveg klálega, en bara við erum það samstiltar æfingum og annað og þú veist, höngum það lengi eftir æfingar að gera eitthvað, þú veist, bara í pottinn eða horfa á einhverja leiki sem eru eftir á. Að, eins og ég segi, maður hefur kannski ekki endilega þurft þess, síðan ef maður, þú veist, hitta svona einn og einn skilur utan, en liðið sjálft, ég held að það hafi ekkert þurft þess þannig séð, auðvitað hjálpar það, en með eins og Jói sagði, með eitthvað bara allir ná ógeðslega vel saman, þá bara einhvern veginn tók maður ekki eftir að við þyrftum að vera að gera eins mikið og hefur oft verið, sko. Já, mér finnst svona stemming í hópnum og þéttur hópur og því að ná að negla rækilega fyrir marki líka inn á vellinum. Já, við erum einhvern veginn náð bara, eins og við náðum náðum við ekki einhverjum 8 leiki með 11 þarna að klensa held ég. Jú, ég held það. Við náðum að skella í lás, þannig að aðeins opnast fyrir það núna en samt ekki mikið. Og það er eins og ég segi, það er líka mórallinn í liðinu, það er þetta team spirit, að menn eru tilbúnir að deyja og drepa fyrir liðsfélagann og þú veist, þess vegna ná að halda markinu hreinu og við verjumst allir saman. Þú veist, þó sóknarleikurinn eins og í þessum leikjum sem við höfum verið að gera jafntefli undanfarið hafi ekki verið nógu góður, en þá er varnarleikurinn og baráttan og dugnaðurinn í liðinu búin að vera upp á 10, sko. Þannig að ég held að það sé að skila okkur þarna upp, klálega, frekar en sóknarleikurinn, sko, eða menn eru að berjast og gera þetta fyrir hvern annan. Þannig að það held ég að sé svona nokkurn veginn lykillinn að okkar árangur í sumar. Fótbolti, liðið síþrótt, það er ekkert að vinna þetta bara einn og sér, þetta þarf að vera liðið allt með í þessu. En tíminn því miður runnur frá okkur, takk fyrir kærlega fyrir spjallið, við klárum þetta svo bara yfir kaffibellanum hérna frammi. Kíkjum yfir í auglýsingar.